Ég er 57 ára Já. og ég hef hafið tiltekt innra sem ytra. Vá, það er löngu tímabært, Dóra. Já. Þú ert alveg í rusli, bara alveg eins og ég. Já. Í þessu podcasti ætlum við samt að byrja bara á bókaskápunum. Já, því að bókaskáparnir segja mikið um hann, ekki satt? Jú. Bókaskápurinn er spegill sálarinnar. Ok. Voðalega ertu fín í dag. Já, heyrðu, ég held áfram að vera amazing, Já. amazingly glæsileg. Ég er í drakt Já. sem að bróðir minn gaf mér. Já. Já, eða úr herrafattaverslun, Kormáks og Skjaldar. Ok. Af því að fyrir þá sem ekki hlusta, þá er sérst Kormákur í herrafattaverslun Kormáks og Skjaldar er bróðir minn. Og Þetta er rosa fallegt. Er þetta herrajakkaföt eða er þetta dömur? þetta eru herrajakkaföt og heita Safari og ég er svona rosalega hrifin af þeim. Þau eru appelsínugul fyrir ykkur sem eru að hlusta, flauels jakkaföt og Rosa fallegt. rosalega falleg og klæða mig vel og æðisleg svona með við háa hæla af því að nú er ég komin aftur á háa hæla og þegar ég var komin í þau í morgun af því að ég er að fara í 60 sammæli og eftir þá er ég líka bara undirbúin fyrir það, þú veist, en þau heita held ég Safari, þessi jakkaföt og ég er svona eins og Safari leiðsögumaður. Þú ert dálítið svona eins og David Attenborough nema bara í lit. Heyrðu, en svo af því að ég var komin í þetta og ég ákvað fyrir grænt undir af því að ég væri Safari, allt í einu fór ég svona Safari feeling, að ég væri að fara í ævintýraferð. Já. Og þá og ég er heima hjá mér og allt í einu þetta er podcast, þú veist, það er ekki eins og fólk sé að spá í hverju við erum klæddar. Nei. Ég fór svaka mikið að spá í það í hverju ég ætla að vera klædd. Og í leiðinni þá... Finnst það góður fókus hjá þér? Finnst þið það ekki? Í útvarpsþætti? Já. Að vera að spá í útlitinu? Já. Heyrðu, þá tók ég þetta hérna sjálf sem ég eignaðist þegar ég var í frönsku Pólnesíu. Vá, hvað þetta er fallegt. Já, sem eru þessar tvær pólinesísku konur. Eru bara með ávexti fyrir daginn í dag af því í Pólnesíu er ekki hægt að tína mat fyrir daginn á morgun. Það er bara allt skemmist, það er óheitt þess að, þú veist það bara, þær eru í núinu. Það eru alveg í núinu? Alveg núinu og það eru alveg fíu sem er bara ekki gera í dag það sem hún getur geymt til morguns. Ef óvæntan gest ber að garði verður að hafa tíma. Það bara leggur allt frá þér. Allavega, ég ákvað að setja þetta sjal á mig og þegar ég var komin í þennan feeling þá vissi ég líka hvaða bók ég ætlaði að koma með. Það er nefnilega það. Þetta er rosalega fallegt sjal en ég er svona að veltaði fyrir mér að því ég er líka með sjal hérna sem Magga Örnóls gaf mér. Ég held hún að gefa mér þetta í afmælisgjöf í fyrra. Hvað er fallegt? Vá, það er svolítið þykkt. Já, þetta er mjög fallegt. Hvaðan kemur þetta? Einhvers staðar þarna, hún er nú alltaf einhverjum exotískum ferðalögum, hún Margrét vinkona okkar. Með ævintýraferðir Örnóls? Með ævintýraferðir Örnóls og pappa sínum. Hún færði mér þetta, ég man ekki alveg hvaðan og mér finnst það ekki skipta máli að því mér finnst það bara svo skemmtilegt, það er svo glaðlegt og margir litir í því og skemmtilegt munstur og það býnir svona síkaterist. En ég er að velta fyrir mér getur verið. Fyrst að við erum samankomnar hér í dag og við mætum báðar með sjöl. Já. Það þyrmir allt í einu mig, Dóra. Getur verið að við séum komnar á sjalaaldurinn? Við erum svolítið komnar á sjalaaldurinn, ég held það. Ég held að sé að... Bresta á? Já, það er alveg að bresta á, sko. Sjalaaldurinn, hann er að bresta á. Mamma á nefnilega mjög mikið af sjölum og er búin að eiga ógeðslega lengi. Og þau eru fallega brotin saman og hún er svona skúffum í andirinu. Átt þú mikið af sjölum sjálf? Nei, ég er búin að tína svakalega mikið af sjölum. Ég hef tínt svo mikið af fallegum treflum sjölum dagana að ég held að það sé bara ástæða þess að það eru svona mikið af fallegum sjölum og svona í umferð. Ég held að maður eigi að tína sjölum og einhver annar eigi að pikka þau upp og vera með þau. Já. Ég til dæmis í heimsreisinu þá áttaði ég mig á af því að við vorum svo mikið að hvernig máttum að pakka fyrir okkur. Skáli í kombucha. Rabarbara kombucha. Já, það er rosalega. Af því að við erum nú hérna í leikhúsinu okkar á Mamma. Já. Heyrðu, þá áttaði mig að þegar maður er að pakka svo fjara manna fjölskylda að ferðast, alltaf á ferð, þú getur bara verið með eitt af einu og þú getur ekki verið með hluti sem að nýtast ekki svona á marglaga hátt eða svoleiðis.
Og eitt af því sem ég uppgötaði að maður þarf ekki úlpur eða jakka, þú veist maður þarf regnskel, en svo ertu bara með mikið af sjölum. Því að sjölin eru bæði hlíf við hita og kulda. Þú setur líka, kastar líka sjali yfir þig eða þú ert að leggja þig einhvers staðar. Þá setur þú sjal þannig að sólin skín ekki á þig. Þú veist þannig að sjöl eru bestu ferðaflíkur sem þú getur átt. Já, ég hef mikla reynslu af þessu. Ég alltaf eins og ef maður fer til heiturlandana. Já. Þá gott að vera með sjöl til þess að geta sett einmitt svona utan sig. Já. Á ströndinni, á kvöldin. Maður bara alltaf með sjal. Já. Og maður getur breytt í kjól. Já, maður getur breytt í kjól og svo eru bara, þú veist, á ég myndir af börnunum þar sem þeir eru kannski með 3 sjöl vafin sig af því að það var of kalt einhvers stað þar sem vorum. Aumingja, verslingsbörnin, þeim var nú alveg sama á hvað var merkileg. Ég var að hugsa, ég var í myndaalbúmi eitthvað í vikunni. Við fórum til Póllands þegar Margrét var 10 ára og Flóki 13 ára og fórum í svona, fyrir ykkur sem var að hlusta, því ég í safarifötum og mikið að spá í ferðalög. Hún eiginlega svona David Attenborough Íslands? Já, David Attenborough ferðafrömmur, eða Dora Adventures. Já. Dora, ruggsakk, Dora, ruggsakk, bakpoki. Já, bakpoki. Það bakpoki. Ég man ekki. Sakkadó, þannig var ég á frönsku. Backpack, var það í Ameríku, já. Poki, taska. Já. Heyrðu, við fórum til Póllands með krakkana og fórum inn í ég held að þessi skógar heitir Majuri eða eitthvað svona, þú veist, í Póllandi, rosalegt skóglendi og mikið ám og þú getur leigt kanóaðar og svo sigldum við með krakkana á milli svona lítilla tjaldstæða eða það sem voru svona litlir kofar sem maður gæti gist í. Gerðum þetta í 4 daga og rosalega gaman af því að þegar þú ert að róa með börnunum þá getur enginn verið í símanum heldur. Þið verðið að róa saman, við vorum sko 2 og 2 í bát. Þannig að Nick og Margrét voru saman og ég og Flóki voru saman og vorum að róa saman og þá maður bara í takti allan tíman. Þið góð æfing í samvinnu? Já, rosa æfing í samvinnu. Já. Og svo langaði þau að skipta, Margrét langaði að vera með mér og Flóka með pappa sínum og þeir fóru miklu hraðar. Rosalega eru þeir mikið sterkari en við. Karlmenn? Já. Mér finnst það svo ósanngjarnt þegar ég er á kajak og kanó og svona. Steina, þú varst að segja um daginn að L'Oreal kremið sem þú notar, að það gerði þig svo afslappað. En þú sagði mér líka að þú væri búin að nota það í 20 ár. Finnst þér ekki afslöpuð? Ég get ekki sagt að þú sétt búin að vera afslöpuð allir þessu 20 ár. Ég sá afslöpuð af því að kremin eru bara eins og personal trainer. Heldur manni stinnum og í formi og í lagi, þannig maður er alveg slakur. Já, þú meinar að maður þurfa að nota því svolítið tíma til þess að ná þessum árangur sem þú hefur náð. Algjörlega. Við vorum sérst að sigla þarna á þessum kanó og það gerist það að við erum hjá einhverju vatni og Margrét missir gleraugun sín ofan í vatnið. Og þetta í fyrsta skipti á okkar ferðum þar sem ég gleymi að taka með aukagleraugu. Og fyrir ykkur sem hlusti þá Margrét sko með +9 og +10 á þessu tímabili í sjón sko. Já. Sérst, ef hún ekki með gleraugu þá sér hún bara útlínur af fólki og útlínur af fjarlægum hlutum. Og við bara panik, förum í land náttúrulega, finnum út úr þessu og þurfum að keyra í klukkutíma, fara í klukkutíma með leigubíl í einhvern bæ þar sem voru gleraugnaveslanir og svona. Og það var engin leið að fá gleraugu í þessum styrk. Og það var engin leið að fá linsur heldur fyrir hana. Hún hafði aldrei notað linsur heldur, hún bara 10 ára þarna. Þannig að það sem við gerðum, og við vorum alveg inn á sko pólsku Facebook síðunum á Íslandi, einhver á leiðinni til á þetta svæði sem gæti tekið fyrir okkur gleraugu til Póllands. Og þú veist, ég var bara með pólska samfélagi undir að reyna að koma gleraugun út til okkar. Heyrðu, það sem við gerðum var að við keyptum 3 bensinstöðvargleraugu plus 3,5 max sem hún getur keypt í þeim og svo límdi Nico saman þannig að hún var 10 ára gömul, það gekk reyndar ekki að vera með 3 límt saman, þannig að hún var með 2 gleraugu límt saman á nefinu, 3,5 plus 3,5 og þannig var hún það sem eftir var ferðarinnar.
Með tvenn gleraugu? Já, svona lím, já, svona Nico var bara límað svona saman hérna á nefinu og þannig að hún leit fáránlega út. Talandi að börnum alveg sama. Hún vildi bara sko, hún vildi þetta bara sjá. En að sjá myndirnar af henni, þá maður bara, vá, hún ekkert að spá í þetta. Það sko first thing first, fyrst verður maður að sjá. Nákvæmlega. Og hvernig tekst okkur svo að koma því inn í haus, hvernig tekst veröldinni svo að koma því inn í höfuð og börnum að þetta útlitsmál skiptir svona miklu máli? Já. Veistu hvað það dapurlegt? Já. Þetta mögnuð saga. Já, hún var alveg, þetta var mjög sérstakt. Þetta var panik, þetta var eiginlega svona, þetta var náttúrulega, ég klikkaði, tilfinning í mér. Ertu ennþá með, færðu samviskubit og hugsa þetta ennþá? Já, ég hugsa bara af hverju ég sleppti takinu. Af hverju var ég ekki, af því við vorum búin að ferðast allan heiminn og ég var svo rosalega nákvæm með lyfin hennar, með gleraugun hennar og hún þurfti líka að hafa, við keyptum sér sundgleraugu fyrir hennar sem voru með +6, það hægt að gera svona. Já, en ég meina þið, Nico, bara bæði glemdu þessu. Já, en það var samt ein regla hjá okkur í sambandi af því að hún ekki með skjaldkirtil. Fæddist ekki með skjaldkirtil og þannig að hún þarf að taka lyf á hverjum degi bara alla ævi. Það eiginlega betra að vera ekki með skjaldkirtil heldur en að vera með svona skjaldkirtil sem stundum ofvirkur og stundum vanvirkur. Allavega. Og við áttuðum okkur snemma á því það þýddi ekki að við bærum sameiginlega ábyrgð á þessu. Það getur bara ein manneskja borið ábyrgð á svona hluti eins og að gefa barni sínu lyf alla daga. Því þú getur ekki verið með þetta á næstum því svæði. Kannski gefur Nico henni lyfin, kannski gef ég henni lyfin. Nei, þeir eru skynsöm. Já, þannig að þetta var bara ábyrgð sem við ákváðum að ég tæki alveg. Þú veist. Einmitt. Og ef að ég fer þá tekur Nico hana, en þú veist, en núna hún orðin 18 og það svona 2 ár síðan hún tók þessa ábyrgð sjálf. Já, sér bara alveg. Já, frá því hún 16. Það var svona, en fyrir mig var þetta alveg svona, nei, þetta eitthvað sem ég mun halda á, þannig að hún komið þroska til að gera það sjálf. Já, til að gera það sjálf. Einmitt. Ég þarf nú að fá sér mynda Margréti með þessi gleru. Já, það alveg ótrúlega fyndin. Og ekki að sjá að hún viti hvað hún svakalega snarlega. Hefurðu rætt þetta við hana? Já, við vorum að skoða myndirnar í síðustu viku og vorum að hlæja þessu. Já, og fannst henni þetta bara fyndið? Já, henni finnst þetta bara fyndið. Þetta fer ekki undir skinnið á henni, sko. Æ, frábært. Já, þess vegna get ég sagt frá þessu hérna. Dóra, sjáðu. Já. Hvað? Sjáðu. Já, sjáðu. Langflottasta gleraugnabúðin. En þú sagðist að koma með bók. Já, þá ákvað ég þegar ég var komin í Safari-gallann og var komið Pólnesju sjalið sem ég er búin að taka með núna og notaði meira sem decoration. Að koma með bók sem heitir Kríasigling Suðurhöf eftir Unni Jökuls og Þorbjörn Magnússon. Og þetta við höfum komið með í þættina hérna bara í kjölfar kríunnar sem var bókin það þegar þau byggðu bátinn og söfnuðu fyrir skútunni sinni og komu sér frá Danmörku og niður til Grænhöfðaeyja og við lásum þá kafla og hvernig þau seldu íbúðuna sína á Íslandi og lögðu peninginn inn á bók hjá Arion og hvernig einhverjir nýju möguleikar í fjármálum gátu hjálpað þeim að fara í þessa heimsreisu. Og þau voru á ferðalagi á þessari skútu í 7 ár. Og af því að þið sem að hlusta eru kannski á ferðalagi, þá hugsa ég bara, já þetta kannski svona, ég er komin í Safari-gallann og þið á ferðalögum og nú er ég búin að segja frá Póllandi líka og svona. Hérna, kannski lesa þessu upp úr þessu af því að ferðalög eru bara, hvað má maður ferðast langt? Þú veist, hvað er heimurinn stór? Hver vegur að heiman vegurinn heim. Já, og svo gerist það og það tók þau 7 ár að koma aftur heim. Já. Hvaða kaflar að lesa? Sko, það sem að ég man, sko, ég á náttúrulega margar, ég las þessa bóka áður en ég las hina bókina. Já, Kríasigling Suðurhöf. Hún hefst í Panama, þá eru þið í Panamaskurðinum og eru búin að ákveða, þau eru búin að vera í Karabíska hafinu og hafa ákveðið að krossa Stóra hafið, Kyrrahafið. Og bara sitja vistir í bátinn og hvernig útbýrðu bát þegar þú veist ekki hvað getur gerst. Þú verður að vera með nóg vistir og svona. Þetta var allt eftirminnilegt og kaflarnir þeirra það þegar þau koma til Galapagos, þeir eru alveg magnaðir. Því að til að fá að koma á Galapagos þá verður að sækja leyfi. Og þau gerðu það ekki. Af því að það má heldur ekki, það eru önnur haflög, að þú mátt ekki neita fólki að koma að landi og fá vatn.
Já, ég skil. Þannig að þau vissu alveg, þau kæmust í land á skútunni og svo eru þau bara á lítilli skútu, sko. Þetta allt eftirminnilegt, en það sem mér fannst eftirminnilegast í rauninni krossið frá Galapagos og yfir að frönsku Pólnesíu eða Márítsí eyjum, held ég að þær heiti, eyjarnar sem þau koma á, þar sem að það eru eyjar sem svona eldeyjar sem standa út í miðju hafinu og ekki með kórall í kringum sig. Það eru mjög brattar og miklar og lýsingin þegar þau koma að þeim eyjum sko mögnuð þegar þau fara þar í land, en það þetta kross sem að var held í 6 vikur. Já, alveg þar sem þau sjá ekkert nema hafflötinn. Já. Ekkert. Já. Og mér fannst svo merkilegt þegar ég las þetta á sínum tíma, hvað mér fannst þessi kafli spennandi. Fólk út á hafi. Sko, ég las þessa bók, ég get ekki beðið eftir að byrja að lesa fyrir. Dóra, hefur þú komið til Nice? Ég veit, hún heitir Nice. Já, það mjög næs í Nice. Það Nice. Já, ég veit það. Og það næs í Nice. Og að því að Icelandair byrja að fljúga beint síðastlið sumar, þá í fyrsta skipti í staðinn fyrir að vera búin að vera í löngu ferðalagi og drífa sig þangað sem að vera að fara. Þá sem bara 1 flug og þá vorum við nokkra daga í Nice áður en við fórum eitthvað annað í Suður-Fraklandi. En það Nice í Nice. Tilheyrum engu kerfi nema sólkerfinu. Náttúran blíð á þessum breiddargráðum en hún engu að síður hluttekningarlaus. Henni hvorki vel né illa við þig. Fyrir henni eru 2 hræður á skútu algjört aukaatriði. Hvort þær komast á leiðarenda lætur hún sig engu varða. Í besta falli veltur hún því fyrir sér hvað komi til þess að þessi eintök mannkynsins ekki sæl við offramboðið á eplum í aldingarði velferðarinnar. En við leggjum út á öræfi hafsins á eigin ábyrgð og getum ekki vænst þess að hjálparsveitir komi og bjargi okkur ef eitthvað fyrir úrskeiðis. Eigum varla heimtingu á því heldur, fyrir utan að það hreinlega ekki hægt. Þetta svo stórt svæði, svo langt frá byggð. Fjarri öllum neyðarlínum, sjúkrabílum, læknavöktum, spítulum, hjónabandsráðgjöfum, heilbrigðiseftirliti, sálusorgurum, almannavörnum og öryggiseftirliti ríkisins. Öllu því öryggisneti hjálparstofnana sem umlykur manninn í sínum vestrænu heimahögum. Björgunarþyrlur hafa ekki flugþól hingað út, tilkynningarskyldan nær ekki yfir þetta svæði. Við verðum að treysta á okkur sjálf, sem útskýrir hvers vegna við erum svona upptekin fyrir landsiglingar af lögmáli Murphys. Ef það getur klikkað, þá klikkar það. Reynum að hugsa fyrir öllu, fyrirbyggja öll slys eftir bestu getu. Allar þessar varaskeifur sem hamraðari eru fyrir langsiglingu eru auðvitað tímafrekar og kostnaðarsamar og virðast oft langsóttar. Þetta samviskumál, spurningum eigin lífsbjörg og öryggi, spurningum líf eða dauða ef út í það fer. Það nægir ekki að kaupa kort af staðinu sem maður ætlar til, það þarf fokdýr kort af öllum hugsanlegum neyðarhöfnum á leiðinni og í kring ef eitthvað skyldi bera út af, sem getur gerst fyrirvaralaust á sjó. Peningarnir sem fara í dýran björgunarbát, neyðarsendi og neyðarkassa með allskyns útbúnaði, stormsegl, varahluti, meðöl, hluti sem maður borgar dýrum dómum leið og maður vonar innilega að þurfa aldrei á þeim að halda. Já, hugsa sér. Tíminn sem fer í að undirbúa og kynna sér alls konar neyðarúrræði sem vonandi reynir aldrei á. En þetta okkar eina trygging. Ekkert tryggingafélag fæst til að tryggja skútur á svona ferðalögum nema gegn himinháu iðgjaldi, upphæð sem við gætum lifað á í mörg ár á þessum slóðum. Og þegar á reynir, dekkar tryggingin væntanlega ekki tjón vegna vatns og vinda. Þá því talað náttúruhamfarir. Svo það var annaðhvort að nota peningana í tryggingar og binda skútuna við bryggju eða nota þá til að sigla og taka sjálf áhættuna. Stundum þegar ég ein á næturvakt rifja ég upp í huganum hvernig ég að bregðast við ýmsum aðstæðum sem geta komið upp eða slysum.
Ein lækningabókin okkar lýsir með köldu blóði hvernig skuli aflima fót eða handlegg úti á rúmsjó, til dæmis ef drep hefur komist í sár. Binda skal sjúklinginn á káetuborðið, helst á að gefa honum eitthvað verkjastillandi, hafið vel hversta sög handbæra, reyrið fast utan limin ofan við þann stað sem saga á til að stöðva blóðrás. Stillið bala eða fötu undir til að taka við blóðstreyminu og útlimnum og svo hljómaði það jafn auðvelt og á gömlum mjólkurhyrnunum, haldið stútinn, klippið, nema hér var það bítið á jaxlinn, sæið. Vá. Finnst þetta ekki rosalegt? Þetta rosalegt. Og svo kemur hérna næsti kafli, þú ert að lesa aðeins fyrir þá sem að lánaði mig gleraugun. Já, já. En sko, hugsaðu þetta. Hugsaðu hvað þau hafa verið hugrakk. Já. Ha? Ég held að sé þess vegna sem að maður verður svona spenntur að fylgja svo með sko, af því að hún leggur þetta svona upp, eða þau skrifa þennan kafla svona, að maður kom bara, já, þetta er raunverulega upp á líf og dauða. Auðvitað er þetta upp á líf og dauða og hugsaðu líka bara sko, fyrir par. Já. Þú veist, þarna náttúrulega bara verður fólk að leggja persónuleikana sína aðeins til hliðar og vinna bara saman. Já. Skilurðu? Hvað sem tautar og raular. Já. En það segir hún engin hjónabandsráðgjöf. Já, nákvæmlega. Það er engin að fara að bjarga þeim út úr einhverju einmitt. Hvað vaknar á svona skútu í sambandi? Heyrðu, en á ég að lesa hérna áfram? Þetta er aðeins fyrir þá sem hann er svolítið langur. Kannski lesa frekar þetta, þarna var einhver svona... Já, hérna eru þau bara út á hafinu og heitir Allt á floti allstaðar. 10. dagur. Enn rignir hann smávegis. Sami grátumbungurinn hangir yfir stálgráu hafinu. Siglt 1000 sjómílur, þriðjung leiðarinnar. Síamskettir eru gefnir fyrir tilbreytingu, sömuleiðis fólk. Lífið hér er eintómt haf og himinn, eða hvað? Nú kemur sér vel að hafa alist upp í flóanum. Þegar drungalegir skýjabakkar héngu yfir undirlendinu dögum saman og augað leitaði árangurslaust að fjarlægri umgjörð fjallarhingsins, þá fór það sem nær var og smærra að skipta meira máli. Þúfurnar, tjarnir, grösin, mófuglar. Þá lærði maður að meta mjúkar ávalar línur í landslagi sem í fyrstu virtist flatt. Þar voru álfahólar og leyndardómsfullar gjótur til að tínast í. Og dalalæðan lagðist dularfull í lautirnar á kvöldin og fékk mann til að hugsa allt það sem ekki sást. Á sama hátt er margt að gerast í þessum heimi hafs og himins. Hann virðist í fyrstu einhæfur og samur við sig, en er þó síkvikur, síbreytilegur. Við lærum að meta fínleg blæbrigði dagana, lesa úr smáaletrinu. Wow. Hver alda hefur sín sérkenni, sína lögun. Það má endalaust skoða hvernig það lyfta sér, brydda sig, hníga og rísa aftur sem ný alda. Og lengi þolar skýin að hort sjá þau, lögun þeirra og litbrigði. Kannski sjáum við hval, fugl, veiðum fisk eða sjáum hann í það minnsta stökkva. Veröldin líður áfram full af ósýnilegum öflum. Hún er ómældur kraftur, hreyfing með markvissa stefnu. Við erum aðeins stundlegir gestir í þessum eilífa streymandi heimi. Það er nú það sem er. Ég var á Snæfellsströndinum daginn og einmitt við hafið og var akkurat fleiri svo klukkutímum saman að ganga og horfa þarna út á hafið og svo bý ég nú líka við hafið og mér finnst einhvern veginn eins og hafið sé mynd af undirmeðvitundinni eða af sálarlífinu í okkur sko. Af því að hafið er stundum svona alveg lingt og milt og stundum er það úfið og stundum er það einhvern veginn, þú veist, þetta er svona eins og tilfinningarnar okkar.
hvernig við erum. Þetta einhver svona mynd af bara tilfinningaástandi, hafið. Þetta alveg, ég fer alveg inn í þetta þegar ég les þetta. Ég líka, mér langar að heyra meira og ég fer alveg inn í það. Hugsa þér að vera í svona margar vikur, af því þau eru bara á litlum báti. Lítilli skútu, þau ferðast ekki hratt. Nei, einmitt. Og það er ekkert nema hafið og himinninn. Og þú bara, þegar þú byrja að sjá alla núansana eins og hún er að lýsa þarna. Jú, en við höfum aldrei verið í betra sambandi við alheiminn. Við krafta og áframstreymi náttúrunnar, undiröldina og vindinn, gang sólar, tungls og stjarna. Dásamlega laus við gluggapóst, sjónvars, áþján og samfélagsflækjur. Fréttir skipta engu máli þó við gætum náð þeim á BBC heimsútvarpinu ef við kærðum okkur Gott að þurfi ekki að stoppa upp höfuðið með slysum og stjórnmálastakli. Engin áreiti, auglýsingar, freistingar. Því eru takmörk sett hversu margt getur verið manni ofurlægi í huga hverju sinni. Mest af því sem gerist hvort þið hreinasti óþarfi og tíminn vinsar úr þá atburði sem máli skipta. Það má því með sanni segja að við séum illa upplýst, haldin blygðunarlausri vanþekkingar hvöt. Ekki svo að skilja að manni þurfa að standa saman allt, að maður eigi að loka sér inn í einkaheimi og láta sem ekkert illt sé til, en sá sem lætur blóðþyrsta fréttamenn núa sér nógu lengi upp úr morðum og hörmungum hlýtur ósjálfrátt að skrúa fyrir, hættir að taka ótíðindin inn á sig því annars brennur taugakerfið yfir með lykt af sviðnu hári. Og það þarf sífellt meira til að ýta við manneskju sem situr sött heim í stofu og horfir opnum augum á hörmungarnar vel upplýst en með þykkan skráp á sálinni. Já, þetta maður finnur þetta alveg sjálfur sko að maður er orðinn ónæmur fyrir fréttarmyndum af einhverjum hryllingi og hörmungum og það er náttúrulega svakalegt. Það er einhver deyfð sem verður til og náttúrulega. Og hörmungarnar þurfa einhvern veginn að komast nærmanni og nærmanni og nærmanni eða til þess að vekja mann aftur og aftur. Eða maður þarf að stíga frá og koma að því aftur til þess að. Já, ég er alveg hætt að horfa á fréttir sko. Ég hef ekki gert það langar hríð. Ég tek svona kannski, og þú veist, fyrir mig sem var náttúrulega bara svona algjör fréttahákur, þá er þetta mikil viðbrigði, en ég finn rosalegan mun á því hvað það gerir mig gott að halda mig frá því. Og sko, maður fær fréttir af öllu stórmerkilegu og svo getur maður líka bara rosalega hratt, til dæmis bara komist að því hvað er að gerast ef maður þarf á því að halda. En maður er ekkert betur settur með því að vera bombardera sjálfan sig með heimshryllingnum. Og það er ekki ábyrgðarleysi að vera ekki að fylgjast með því, heldur einfaldlega sko maður verður stundum bara að hlífa sér. Og þegar ástandið er svo hræðilegt að maður veitur að maður getur í eigin persónu raunverulega ekki gert neitt, þá getur maður bara reynt að vera að hljúga að sjálfum sér og sínum garði. Skilurðu? Því að hitt er bara of flókið. Mér datt allt inn í huga að þegar að svona flóttamannastraumurinn byrjaði að koma þarna yfir Miðjarðarhafið, þá tók ég eftir því á Twitter að það var maður á eyjunni Lesbos sem var stanslaust að senda út neyðarkall vegna þess að það var alltaf að koma bátar að landi að heimili hans. Og ég hafði upp á honum og hann var líka með YouTube-rás og sem var alveg bara, þú veist, þetta var bara, ég meina hvenær þetta hefði verið 18 eða 19 eða eitthvað. Og þetta er sem sagt skúlptúristi sem hann heitir Kempa eftirnafni og bjó á eyjunni Lesbos með konunni sinni og unglingsdóttur. Og þau eru sko, hvort hann er Ástrali frekar en Breti, ég man það nú ekki alveg núna.
sem stórmerkilegt af því ég tók langt viðtal við bæði hann og konuna fyrir einhverjum árum síðan fyrir Kvennablaðið. En allavega þau bara einn góðan við þetta, búa þau í sælunni sinni á Lesbos. Þá bara kominn bátur með 100 manns að landi, bara í fjöruborðinu hjá þeim. Og svoleiðis hélt þetta áfram í 2 ár. Það kom bara bátur. Það kom bara bátur, ekki á hverjum degi, stundum margir á dag og þetta bara allt í einu, bara á einni nóttu breytist líf þessara hjóna, þessara skúlptúrista og konuna sem var líka svona einhver svona bara hippi og listamaður og úlingsstelpan þeirra, voru þau bara 3 orðin bara hjálparsamtök. Og þau voru bara öskra á heiminn, getur einhver aðstoða okkur? Þetta var bara í garðinu hjá þeim, Dóra. Skilurðu? Og þau eru náttúrulega ennað, ástandið ekki svona slæmt, en þetta náttúrulega bara tók yfir allt lífið þeirra. Og svo náttúrulega fenguðu aðstoð og þau eru búin að vera rífast við gríska kerfið og svo framvegis og ég tók viðtöl. En hugsaðir að lenda í þessu. Og þá þegar leið á þetta, þá fóruð þau rosalega mikið að gagnrýna hjálparstofnanirnar. Vegna þess að þau sögðu sko að aðstoð hjálparstofnanirna felst í því að það komið með trukka með vatnsflöskum og teppum og svo kemur UNICEF og Rauða kross fólkið og myndar sig í hryllingnum. Og svo það bara farið. Skilur við, það bara droppað 1.000.000 vatnsflöskum og teppum og svo ekkert meira með þátt eftir að fæða og klæða og koma húsaskjóli yfir allt þetta fólk sko. Já, þannig að, nei bara, já, það eru margar hliðar á því. Það eru margar hliðar á þessu. Og ég veit að hjálparstofnanirnar, því að þær eru margar, að þær sérhæfa sig í ólíkum hlutum þannig að það sé ekki allar að koma með vatn, allar að koma með teppi, allar að koma með mat. Nei, þannig að sumir sérhæfa sig í vatni, sumir sérhæfa sig í, þú veist, þannig að þau eru með sko svona ólíka hluti, en þær eru margar og ég ekki að segja að þær eiga að sameinast allar. Nei, alls ekki, en svona, honum fannst allavega sko bjúrókrasían hjá þessum hjálparstofnunum einkennast, við skulum segja, honum fannst hjálpin í þessum aðstöðum vera algjör sýndarmennska. Og hann sýndi fram á það sko aftur og aftur og aftur og svo náttúrulega fenguðu fullt af sjálfboðaliðum, þau bara öskruðu út í heiminn, getur einhver komið og það bara flyktist fólk að alls staðar á heiminu sem var ekki neinu hjálparsamtök, sem kom bara og vann með þeim og svona, skiljum. Já, en það var það sem ég fattaði, eitt af því sem ég lærði því ég gerði þetta með UNICEF, er að þau eru stofnun og skrifstofa og miðja og þau eru með áherslu á meðal annars vatn, þau sjá vatn í heiminum. Að komist alltaf vatn á alla staði. Það sem pólisíin sem þau eru með er að staldra ekki það sem fólk það sem í rauninni eitthvað örlítið í lagi, heldur fara djúpt inn í vandamálið og hægt fara það sem vandamálið verst, út af því að þau uppgötva ef þau fara á versta staðinn, þá lagast hlutir af sjálfu sér annars staðar á leiðinni. Ég meina þetta er náttúrulega bara eins og grunnprinsip í öllum samfélögum. Þeir sem verst hafa eru mynd af ástandi samfélagsins. Það er alltaf það sem þarf að laga fyrst. Og það er samfélagið oft lagar sig, ef þú fer bara á erfiðasta staðinn, þá mun hitt laga sig, þú veist, þetta er næstum eins og lögmál. Þetta er lögmál. Þess vegna til dæmis skiptir svo miklu máli að sé hlúð af fátækasta fólkinu í landinu, til dæmis landinu okkar. Að fara þar inn en ekki næstuð, ekki fara hálfa leið að því, þetta fara bara á verstastaðinn, af því að hinir í rauninni betri aðstæðu til þess að eitthvað muni, þú veist, grípa það. Nákvæmlega. Og annars sem ég uppgötaði, af því að ég upplýði fyrst, þú veist, þetta væri svo mikið stofnun, eða þetta væri svo mikið bákn, eða þetta væri bara, þú veist, það býði eftir hvað skrifstofan segir, heimurinn er fullur af sjálfboðaliðum. Það er engin stofnun sem ræður við eitt eða neitt. Nei, að sjálfsögðu ekki. Og það eru alltaf, og það sem eins og bæði á Haítí og í Úganda, þá var ég bara, því ég var sjálfboðaliði og svo hitti ég bara fullt af sjálfboðaliðum. Þú veist, ekkert lagast nema með framlagi fólks. Að sjálfsögðu ekki. Þú veist, og stofnanirnar eru kannski með einhverja svona línu eða strategíur, en það er engin stofnun sem næra grípa eitt eða neitt, alveg. En þær eiga að fara inn
inn í mestu krísuna. Nákvæmlega. En þetta bara svona, þú veist, hvert samfélag skal meta því hvernig komið fram við þá sem verst hafa það. Já. Á margra ára flakki getur þú heldur ekki fylgst með dægurmálum allra staðar sem þú þekkir. Við erum löngu dottun út úr fréttum að heiman, höfum sleppt þeirri landfesti og sálræna öryggisneyti sem sífellt áminningum ættjörðina En fréttalausum Íslendingi í útlöndum samt ekki síður annt landið en þeim sem heima situr. Sá sem kynnist öðrum þjóðum skilur betur hvað það þýðir að vera frá svo sérstakri eyju. Skildi krían nokkuð vera óíslenskari fugl en öndin sem aldrei fer á tjörninni. Staðvindurinn blæs nú blessunarlega jafn og þéttur frá suðausturfjörðungi áttavitans og seglin standa í sömu skorðum dögum saman á þess að við þurfum að hrófla við þeim. Skútan stefnir rétt sunnan við vestur og hefur því vindinn og ská inni við skutin á bakborða. Það bæði þægilegt og hraðskreitt siglingarhorn fyrir kríu. Bæði seglin eru bómuð út í stjórnborðshlið, hún hallast yfir í þá hliðina og vindþrýstingurinn á seglin virkar sem dempari gegn veltingi. Leið hreyfing skútunar mýkst þegar hún sneiðir ölduna og skálensi og sjálfstýringin heldur stefnunni fullkomlega. Samt vissara að líta yfir seglin daglega og aðgæta hvort nokkur staðar liggi við skemmdum vegna núnings, sérstaklega þar sem bunga stórseglsins leggst á stögin. Til að fyrirbyggja núningsslit höfum við bólstrað stögin með baggy wrinkles, snæravafningum eða langskúfum að gömlum seglskipasið. Þeir eru gerður úr gömlum, mjúkum köðlum sem bútaðir eru í smástubba, raktir upp í þætti og brugðuð granna þræði sem síðan vafið stægið svo úr verður loðin pulsa í ætt við flöskubursta. Þetta svolítið tímafrek lausn en ákaflega ship shape and seaman-like. Augun hvessast við að strekkja sjónir út að hafsbrún, renna sér eftir skilum lofts og lagar eða fókusera á fjarlægar stjörnur. Heyrnin stillir sig inn á tilbrigði í vindblænum, lækjar nið kjölfarsins, ölduskvampið á kinnungunum, tíst höfrungana sem berst upp úr kilinum, viðvörunarhljóð veiðisímans. Á næturvaktinni lítur maður ósjálfrátt á áttavitann ef vindurinn strýkur vangann frá öðru horni en áðan. Ég man þetta ekki, skiptustu alltaf á að vaka næturnar? Þau voru bara á vöktum, sko. Skiptust bara á? Já. Vá. Já, þau voru aldrei bæði sofandi, sko. Nei. Og eins og hún segir þarna, bara margir dagar þar sem seglið í sömu stöðu, bara stöðugur vindur, það er náttúrulega bara alveg ídeal, sko. Já. Þá brunaði bara, sko. Já. Við bestu fáanlegu skilyrði. En það er svo margt fallegt í þessum kafla að, sko, þegar þó eitthvað gangi vel, þá er kannski alltaf gott að hafa varan og skoða, alltaf ganga vel og raunverulega. Já. Skilurðu? Já. Þarf eitthvað að laga? Þarf eitthvað að... Þetta með að hérna bara því ég var upp í bústað og vorum bara að, þú veist, bera á pallinn og dytta húsgögnunum, skilurðu? Bara það kemur einhver, að því við gerðum þetta daginn líka og allt í einu kom svo rosa gott review, ekki það að við fengið vont review, en ég var alveg viss að reviewið, 5-stjörnu reviewið og sem var alveg svona hástemt, það var að því að það var búið að setja orku í að viðhalda og setja kærleika í viðhaldið á því sem nú þegar frábært. Þú veist eins og þetta, hún að skoða seglin daglega, þarna þetta upp á líf og dauða, þú veist, en allt lífið. Já, ég meina, maður finnur það þegar maður gestkomandi einhverstaðar hvort að gestgjafanum, og hvort sem það á hóteli eða gistiheimili eða hvar maður hvort að gestgjafanum annt það að fólki líði vel. Það, ekki sagt? Jú, hvort hann hugsi vel hlutina sína og svona. Þú veist hvernig hann raðar það. Nú verður gaman. Ég kom með svo marga sjóði. Ég búin að safna mjög mikið til dæmis í Guðbæðssjóði minn. Ok, og ætlar að fara að endurfjármagna?
Nei, ég að safna, ég þarf ekki að ég get endurfjármagna kannski til þess að fá mér betri bíl eða eitthvað svona, þú veist, því að það er kannski öll þetta hann. Ég ætla bara að benda þér að þú þarf kannski bara að fá þér nýjan sundból. Þú þarf kannski að endurfjármagna til að fá þér nýjan sundból. Þetta er svo rétt. Ég veit það. Minn er hrikalegur. Heyrðu, ég ætla að búa til sundbóls. Farðu mér í Íslandsbanka, ég mana þig og segðu, get ég endurfjármagnað vegna sem ég vantar nýjan sundból? Já, ég ætla að gera það. Íslandsbanki er bestur. Ef engum þykir vænt hús, ef engum þykir vænt íbúð, þá náttúrulega sést það og finnst. Þetta er bara alkemía, þetta er bara efnafræði eða efnasmiðja, þetta að búa til andrúmsloft, ekki satt? Algjörlega. En þá, ég ætla aðeins að fá að leggja þessa bók frá mér, þess að því að fyrst ég gat komið alkemíunni að, þá er ég búin að vera að hugsa svo mikið að alkemistarnir þeir voru að reyna að breyta málmum í gull. Og það er eitthvað í, þú veist, það að vera efnasmiður sem við erum auðvitað öll, er það að við getum tekið einhverjar tilfinningar inn í okkur, einhverja líðan og við getum umbreytt henni. Þú veist, það vita allir, þú veist, það er bara að, þú veist, ef maður til dæmis missi stjórn á skapi sínu og þú veist, öskrar eða þú veist, fer svona inn í eldinn og verður reiður, þetta er umbreytingarafl, skilurðu? Og þetta getur verið, sko, maður hefur séð þetta hjá öðrum sem að, þú veist, kannski trillast úr bræði, að þeir eru kannski rosalega rólegir á eftir. Þannig ég er búin að vera að hugsa svo mikið þetta, hvernig við getum umbreytt tilfinningum í okkur sjálfum í eitthvað annað. Hvernig við getum tekið þær og sko alkemísherðar, efnafræðilega umbreyttin í eitthvað annað. Vegna þess að það hefur allt umbreytingarvald. Þú veist, bók sem hefur þýðingu fyrir þér þarf ekki að hafa neina fyrir þýðingu fyrir öðrum eða getur haft einhverja allt aðra þýðingu fyrir einhvern annan. Þannig að raunverulega allt sem við snertum getur haft umbreytingarkraft hjá okkur, skilur við. Og ef við erum bara orka, skilur við, þá er öll orka sem er inn í okkur, öll erfið orka, góð orka, allt þetta, þá er þetta allt eitthvað sem við getum notað á einhvern hátt til þess að umbreyta í okkur. Ég get komið mjög langt með þetta, Tóra, þessa hugmyndi, en ég finn það. Ég finn það til dæmis að, sko, ef ég bara skoða tilbaka, að til dæmis í leikhúsinu. Þegar maður fengið að exercise, að æfa einhverja tilfinningu eða vera einhverju tilfinningu sem er ekki endilega tilheyrir okkar lífi, en við erum auðvitað sækjum hann alltaf inn í okkur, að við höfum oft í leikhúsinu haft tækifæri til þess að vinna með erfiðar tilfinningar, sýna þær, setja þær út og hugsanlega höfum við verið oft í betri aðstöðu heldur en bara venjulegt fólk sem hefur ekki þetta tækifæri til að gera þetta í vinnunni og maður finnur oft í leikhúsinu að það er eitthvað svona, það er hreinsandi, skilurðu, gefandi og jafnvel læknandi að fá að vinna með einhverja tilfinningar, skilurðu, og maður finnur eftir sýninguna það hefur orðið á sér stað einhver umskipti inn í manni, einhver losun, eitthvað hreyfst af stað og þannig ég hef mjög mikinn áhuga núna á alkemíunni. Það er að segja að þessi hugsun að við séum sjálf efnasmiðir. Þannig að í rauninni, að þú talar út frá leikhúsinu, maður getur komið upp í leikhús og það er annarkvort í manni óvænt sorg, óvænt reiði, óvæntur leiði eða eitthvað þú veist, maður er að halda á einhverju og það þýðir ekki að láta eins og það sé ekki. Þú getur ekki pakkað í saman og geymt það, þannig allavega er mín reynsla, heldur tekið það og það verður trampólínið inn í sýninguna. Ég verð að byrja í sannleika, mínum sannleika sem er innra með mér sem trampólín til að einmitt fara inn í breytinguna, en svo er sagan sem ég er að fara að segja, hún hefur ákveðna línu, en ég byrja oft á ólíkum stað, að ég verð að byrja í einhvers konar sannleika, ég verð að byrja í mínum sannleika og transformera það, þú veist, á fyrstu sekúndu,
eftir 10 sekúndur eða ég get sótt það inn í mjög dramatíska staði eða stóra staði eða staði sem að það passar að nota þetta mjög vel og af því að það er leiksýning þá þú heldur bara ekki þegar þú ert að leika leikrit, þú heldur ekki tilfinning allan tíman af því að leikur allir það verða fyrir áhrifum frá mótleikaranum og láta hreyfa þig. Þú ert alltaf að láta hreyfa þig. Algjörlega. Verða fyrir áhrifum, bregðast við þeim. Já. Þannig að maður með eitthvað og maður fær rauninni tækifæri á sviðinu þegar maður að vinna að láta mótleikaran hreyfa það sem maður var fastur í þegar maður kannski mætti inn í leikhúsi með það sko. Og það er náttúrulega fleira sem getur sko hjálpa manni í efnasmiðjunni. Þú veist, frústrasjón, depurð, þú veist, eitthvað svona stökknes í huganum og eitthvað svona eða bæld reiði eða einhver sorg og eitthvað svona. Það er líka hægt að losa þetta í hreyfingu. Já. Þú veist, með teygjum, með djöfulóðum, dansi, þú veist, eitthvað svona. En sko, mér svo mikið, þú veist, af því ég finn þetta oft. Ég finn til dæmis að ég get stundum dansað úr mér gremju. Já. Gremju sem er kannski ekkert alvarleg, en það gremja samt og ég finn bara að það er eitthvað svona, það er eitthvað slaggi í mér, skilurðu. Og ég finn stundum ég get hreyft það með því að hreyfa mig, með því að teygja eða ganga eða dansa og mér finnst þetta bara svo áhugavert sko af því að það er mér svo mikið hjartansmál að ég hafi sjálf tæki til þess að stýra eigin líðan. Já. Að skilurðu að ég hafi eitthvað að gera, að ég sé ekki bara einhvern veginn fórnarlamb minna tilfinninga og minna sveifna, skilurðu, og ég þurfi eilíflega að vera að leita eitthvað annan aðstoð, að ég fái tækin sjálf í hendur til þess að ég geti sko meira haft betri stjórn á eigin líðan og skapsmunum og svo framvegis sko. Af því ég trúi því, Dóra, að sko við séum, manneskjurnar, við séum sko sjálfslækningavél. Já. Og við þurfum bara að vera ámennt það, að við séum það, til þess að við fáum betri stjórn á því sjálf, sko. Ok. Hérna, þátturinn er búinn. Guð, talaði ég alltaf mikið? Nei, þetta bara gerðist. Við fórum á flug, við fórum náttúrulega út á hafið, sko, með kríunni. Alveg, sko. Og við bara réttluðum að stað. En byrju allar að hendinni? Nei, þetta er eina af þeim bókum sem ég ætla aldrei að henda. Þessi bók er hérna einn mesti innblástur sem að ég hef orðið fyrir. Og það er bara skýrt nei, sjáu hvað skýrt nei í pendúlunum mínum. Það er hendin, sjáu hvað hann er. Þetta er bara geggja. Já, hann er bara nei, hefurðu séð hann hreyfa sig svona hratt? Nei. Hann er alveg brjálað, hann er bara aldrei. En veistu hvað ég var aðeins að hugsa um? Hvað? Við ættum kannski að hafa svona kvöld. Hérna á mamma. Já. Það sem við skiptumst á að lesa upp úr kríunni. Já. Lesum fyrir fólk. Já. Er það ekki gaman? Jú, það væri mjög gaman. Fólk getur bara komið með jógadýruna sína og látið lesa fyrir sig. Og látið lesa fyrir sig. Já. Og úr ýmsum bókum við getum líka valið bara uppáhaldskaflann okkar og úr allskyns. Gerum svoleiðis. Gerum eitt svona kvöld í ágúst. Já. Já, finnum okkur kvöld þar sem fólk getur komið og látið lesa fyrir sig. Drekka kakao og eða kombucha eitthvað. Heldur við náðum því Vestlunarhelgina? Nei, þá erum við að fara á útihátíð. Já, alveg rétt, já. Hjá vinum okkar. Já, Sísmann 25. Já. Rosalega útihátíð. Við höfum eftir að segja náttúrulega frá henni. Já, við segjum ykkur frá útihátíð. Já, þetta er geðveikasta útihátíð. Sísmann 25. Við getum ekki sagt meira. Nei, og þau geta aldrei fundið hana af því að þetta er leynihátíð. En, ég ætla að segja, ég hvet alla að halda leyni útihátíð. Já. Með sínu fólki. Já, skilur við. Það ég held að séu allir að gera það. Er það ekki? Jú, ég vona það. Heyrðu, Ásta, takk fyrir þetta. Þetta var langur þáttur sem sett í